Hvað hafa hnefalega gert fyrir þig? Bara... Djúpur maður. Hann gerir þetta alltaf. Ógeðslega mikið. Ég held að þú veist, ég horfi líka bara á fólk á mínum aldri og þú veist, þetta mun kannski hljóma bara rosalega svona, ok, þessi ekki alveg tíka, en ég bara, þú veist, ég veit bara hvar ég er. Ég veit bara hvað ég ætla að gera og þetta gerir mig svo ógeðslega stuð og maður veit bara hvað maður elskar, skilur. Þetta byggir upp svo mikið svona discipline og bara, þú veist, ást líka. Þetta lætur mann líka bara að njóta lífsins. Það svo margir sem að lifa en ekkert að njóta. Skilurðu? Mér finnst bara gaman að fara á æfingar. Það gerir ógeðslega mikið fyrir bara, þú veist, heilsuna mína. Þótt að kannski fólk er bara, það hefur verið boxist ekki bara eitthvað heilatið. Það er bara alls ekki þannig. Ég er bara ógeðslega ánægð. Ég finn bara á mér að ég er svo ánægð með hvar ég er í lífinu, skilurðu? Og ég er svo ánægð með hvert ég er að stefna og ég er svo spennt fyrir það. Að þetta gerir ógeðslega mikið. Þetta er djúp spurning, sko. En þetta gerir mig svo ánægð, þetta gerir ógeðslega mikið, sko. Að hafa eitthvað svona, bara svona purpose, þetta gaf mig bara svona, bara svona eitthvað sem ég þarf að gera. Hvað kom til að þú fórst á fyrstu æfinguna? Ég hef búin að segja þessa sögu nokkur sinnum, en ég sagði við vinkonu mína. Velkomin í podcastið minn. Ég er alltaf sama rullan. Ég sagði við vinkonu mína og sagði, hvað myndir þú segja ef ég myndi byrja í boxi? Og hún var bara eitthvað, mér myndi að finnast það ógeðslega skrítið og ég var bara, ég vil vera þessi skrítna. Þannig ég byrjaði bara. Engi gerði þetta. Ég þekkti engan sem var í boxi þegar ég fór ein. Alveg engi vinur minn var með mér og ég bara byrjaði. Mér finnst það bara fucking brave, sko. Ég vildi bara, ég sá alla stelpurnar og var annarkvort í 5 leika með dans. Ég fór í 5 leika, komst ekkert í split eftir 7 ára eða eitthvað. Hip-hop var á æfingunni, var búin að æfa þarna í 3 vikur. Þau spurðu mig hvort ég veikt að mæta þur. Á 3 vikunni. Ég var bara, ok, það er ekki alveg fyrir mig Þannig, þú veist, ég þurfti eitthvað nýtt. Ég þurfti að gera eitthvað sem engin annar er að gera. Það er líka það sem ég elska. Þú veist, það er bara eitthvað sem engin annar er að gera. Það rosa margir sem finna sig í boxi álíka, svona bardagerðum sem hafa ekki fundið sín inn öðru, sko. Getur svona verið pínu heild og við erum rosa duglegir í því að ég hef alltaf svona svolítið sem mitt markmið að gera lið, skilur. Þannig að þó þú sést einn inn í hring og einn á móti ykkur einum sem er náttúrulega bara insane út fyrir sig, sko. En að vera með alla vinniðina sem að gera það saman til þess að komast þangað, skilur. Það er rosa gott að finna og ég veit bara sjálfur eigin reynslu, sko. Ég hef bæði keppt í Bandaríkjunum framan fleiri hundruð manns og vissi ekki neitt hver ég var, skilur. Ég hef líka keppt á Íslandi með alla vinni mína, alla fjölskyldu. Það er allt annað pakki, sko. Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðu inn á broadcast.is. Fáðu þér áskrift.